Og 7. liður í dag fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2010 gjaldskrár og það bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér tökum við til umræðu tillögu gjaldskrár Akureyrarbæjar fyrir árið 2010 sem í rauninni hluti af fjárhagsáætlun sem hér verður rædd og tekin til afgreiðslu á eftir. Þessar tillögur byggja að langstærstum hluta á þeim tillögum sem unnar voru í einstökum nefndum bæjarins og í öllum meginatriðum þeirri línu fylgt að hækkanir eða breytingar á gjaldskrám eru í takt við eða fylgja verðlagi. Þó vissulega munur þar á köflum og tækifæri notað víða til þess að gera leiðréttingar og breytingar sem eru ýmist umfram eða undir verðlagsbreytingum eins og alltaf gert. Þannig að þó að þessi kannski meðalhækkunin á gjaldskrám bæjarins sé af þessu tagi, þá allur skali notaður til þess að lagfæra og gera breytingar þar sem það á við. Eins og ég sagði, þá fylgja þessar gjaldskrártillögur að langmestu leyti þeim tillögum sem bárust frá fagnefndum bæjarins gjöld fyrir þá þjónustu sem veitt á þeirra vegum og gjöld eru innheimt fyrir. Bæjarráð gerði á fundi sínum síðastliðinn fimmtudag minni háttar breytingar á þeim tillögum. Í fyrsta lagi var þar samþykkt að leggja til að sorphirðugjald yrði krónur 22.000 og í öðru lagi var þar samþykkt að tillaga afslátt til æskulýðs- og íþróttafélaga á Akureyri yrði áfram 60% af gjaldskrárgjaldi. Það sem ljóst að meiningamunur einstakar gjaldskrár, þá gerir ráð fyrir að forseti muni bera þær upp allavega það sem talið ástæða til sérstaklega eftir umræðu hér á eftir, en ég legg til að þessar gjaldskrártillögur verði samþykktar. Takk fyrir. Orðið laust þennan lið. Oddur Helgi Halldórsson tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég nú sammála þessum gjaldskrám að langmestu leyti. Það kom fram hérna hjá bæjarstjóra að tillaga að afsláttur færi niður í 50% af leigu fyrir skólahúsnæði fyrir gistingu yrði áfram 60% og það þetta mjög vel. Það svona ýmislegt sem svona smotteri sem mér finnst svona misánægður með. Ef við byrja á Hlíðarfjalli, það eru lyftumiðarnir. Þetta auðvitað svona hækkun á þessu öllu svona örlítil, en sínu hæst hún alveg 31% hækkun á þessum stutta tíma og kaupir 1 klukkutíma eða 2 klukkutíma eða 3 klukkutíma, bæði barn og fullorðinn og ég skil alveg og set mig ekkert upp á móti þessar hækkun því að þetta auðvitað fólk hefur kost á að kaupa sér lengri tíma og kaupa sér kort, en samt sem áður þá auðvitað bitnar þetta svolítið harkalega á þeim sem fara tiltölulega sjaldan í fjallið og finnst ekki ástæða til þess að kaupa sér vetrarkort sem kostar auðvitað töluvert mikið. Ég satt hjá við gjaldskrár í bæjarráði, það satt hjá við gjaldskrár heimaþjónustunnar, þar sem að heimsendur matur að hækka úr 704 krónum upp í 850 krónur eða 21% tæft, og meðan að mér finnst þetta bara full mikil hækkun á þessa einstaklinga sem nota þetta. Var þetta í félagslega tómstund og aldraðra, þá ég sáttur við þetta mestu leyti, en hækkun á hádegismat 20%, kaffi og te
33% og brauðsneiðum 33% og kökusneiðum 21%. Finnst mér vera svolítið mikið. Víst þetta ekki háar upphæðir, þetta að hækka úr 150 krónum í 200 krónur en ég held nú að eldri borgarar sem þeir geti alveg haft 10 kalla í vasanum líka eins og 50 kalla, 100 kalla til að borga þetta. Þannig að mér finnst þetta hækka full mikið. Svo komum við að þessari gjaldskrá sem ég var mjög ósáttur við. Og það var þessi ákvörðun Íþróttaráðs að fara að breyta gjaldtöku í sundlaugarnar þannig að börn 6 til 15 ára borgi ekkert gjald. Þessi fái frítt í sund. Þeir ætluðu þessu og sýndu okkur það að það væri hægt að auka tekjur með þessu og ég bara trúi því ekki. Það bara svo einfalt. Við erum hérna að í þessu harðæri sem við skulum kalla leggja auknar byrðir á alla með auknum álögum, fasteignaskatti, sorphirðugjaldi, skerða jafnvel þjónustu en ætla svo að fara að gefa einum hópi frítt í sund 6 til 15 ára. Hverjum dettur í hug að auka tekjurnar með því? Fara unglingar alltaf í sund með mömmu og pappa? Ég viss það. Hverjir sem hagnast mest á þessu? Er það Akureyringar? Eða er það ferðamennir sem koma hérna á sumrin sem fara, ég myndi halda að það sé nú algengar að þær fjölskyldur fari saman sund heldur en akureyska fjölskyldur. Ég veit að bæjarfulltrúi Sigrún Björk og Hermann Jón Tómasson, þau halda að það sé alltaf vísitölufjölskyldur sem fari saman í sund. Þetta segja að þetta sé allt í lagi, þetta lækka fyrir vísitölufjölskylduna. En ég held að 12, 13, 14 og 15 unglingar þeir fari ekkert endilega með pappa og mömmu í sund. Þetta bitnar þar að leiðandi á öllum öðrum sundlaugagestum, fastagestum, það hækkað á þá og einstökum miðum, einstakir miðar verða þeir hæstu á landinu með skilst. Það ekki góð auglýsing. Við í minnihlutanum á sínum tíma vildum að atvinnulausi fengi frítt í sund óháð tíma eða fengi að fara í sund hvernig þeir vildu en það var nú meirihlutinn treystir ekki til þess að hafa þetta alveg frjálst heldur þyrfti atvinnulausinn að fara í sund á ákveðinn tíma dags og ekki helgar, þeir fengi ekki frítt helgar. Þetta fannst mér vera ein leið til þess að einangra þá og þetta fannst mér jafnvel ýta undir að við værum að flokka atvinnulausa sér. Ég vildi ég veit það og vissi það að þeir eru ekki það margir sem myndu sækja hérna, það ger ekki til þó þeir væri svolítið margir að gera ef að fólk sem er atvinnulaust hefur sig í sund þá er það ekkert nema gott það að segja þannig ég vildi að við fengi frítt allan tíman sem við erum með frítt í sund, og sundlaugin opna. Þetta var ekki hægt en svo stuttu seinna þá á að fara að láta öll börn 6 til 15 ára frítt í sund. Ég bara ekki sammála þessu. Þannig einn þjóðfélagshópur tekinn og létta af honum byrðarnar. Við höfum frítt í strætó. Það er allt annað. Því þar geta allir þjóðfélagshópar og allir aldursflokkar nýtt sér það. En ekki einn. Þess finnst mér þetta sem ekki stílbrot líka að þegar við erum að auka álögur og draga úr þjónustu og herða sultarólinu allstaðar að vera að létta þarna vegna þess að ég hef ekki heldur trú á þessu projekti að þetta að fullorðnir fari að flokkast í sund með börnin sín og heildartekjur aukist. Ég hef bara enga trú á því. Mér finnst þetta ekki stílbrot með það allt annað sem við vorum að gera
að ég get engan veginn samþykkt þetta og þess vegna greiddi ég atkvæði gegn þessari gjaldskrá og mun greiða atkvæði gegn henni hér á eftir. Næsta tekur til máls Ólafur Jónsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst af því sem að bæjarfulltrúar Oddur Helgi vék hér að varðandi fjallið, varðandi einstaka miða. Og það rétt sem að bæjarstjóri sagði hér í inngangi þessar umræðu að nefndirnar hafa líka notað tækifæri til að skoða gjaldskrárnar, ekki bara svona hreint tekjulega heldur útfærslulega atriði. Og það ljóst að þessir einstöku miðar sem geypilega mikil og góð þjónusta, að hægt að fá eina ferð í fjarkan, klukkustundamiða, 2 klukkustunda listamiða og 3 klukkustunda miða, eru erfiðir í útfærslu og þjónustulega kostnaðarsamlaust. Þannig það verið að beina sem sagt notendum í aðra lausnir. Ég held að verðum líka að við verðum að horfa á gjaldskrá með ýmsum hætti. Það jú, við ætlum að mæta kostnaði, en sem sveitafélag þá ætlum við líka að nota hana sem einhvers konar pólitíska stýringu, hvernig við viljum sjá að mál þróist, styrkja einhverja hópa sem við teljum að þurfi að koma í sund eða hreyfa sig eða fara í fjallið. Og síðan erum við með fleiri mannvirki, við erum til dæmis með 3 sundlaugar undir núna. Og við þurfum líka að nota gjaldskrána til að stýra þjónustinni þar. En það var ákveðið og þessi tillaga kom reyndar frá forstöðumanni fjallsins það að hækka þessa lyftumiða verulega. Að þessu slepptu þá heyrum við allstaðar þar sem að við fáum gesti hvað það ódýrt að fara í fjallið. Vissulega verðum við að horfa á okkar landsmenn sem að margir hverjir flagga núna léttir í pingju, en hvað varðar útlendingar sem við ætlum að sækja til, þá finnst þeim nánast þetta hlægilega ódýrt. Það önnur saga. Nú, varðandi sundið, þá vil ég taka það fram að þegar þetta íþróttaráð kom að borðinu, þá hófst þessi umræða. Þetta í raun og veru engin skyndi ákvörðun sem var tekið núna á fundi ráðsins í haust. Það má kannski segja að það hefur aldrei farið jafn mikil og viðamikil umræða gjaldskrár almennt eins og núna í haust, og það helgast náttúrulega þeim aðstöðum sem við búum við. En það var snemma tekin svo ákvörðun að nota gjaldskrána svona pólitískt í þá veru að auka fjölda, að fá fleiri börn og unglinga í sund. Það voru til ráð, það var til dæmis við erum með 30 miða kort fyrir framhaldsskólanema, en við sáum tölur, og ég hef hér tölur fjölda eftir aldurshópum. Það náttúrulega, við erum með aldurshópa aldrað og öryrkja. Aldraðir fá frítt í sund, þannig að þetta ekki bara einn aldurshópur sem við erum að tala hér um. Við erum kannski að tala aldurshópa, 2, sem hafa mjög takmörkuð möguleika til að afla sér tekna. Og það ekki síst við unglinga núna. Við erum hér að horfa til dæmis með skert úrræði varðandi unglingavinnu og slíka hluti. Og við þurfum að horfa mjög krítískt á þar hvar við viljum sjá unglingan okkar til dæmis í sumar. En ef við sjáum tölu frá 2005 og horfum á aðgerðir íþróttaráðs í það að fyrir að fyrsta að lækka gjald á börnum og unglingum, og í þessi stað að láta það ekki fylgja verðlagsþróun, þá sjáum við að aukning og aukningin tilkomið að börnum og unglingum hefur fjölgað í sundi. Það eru ánægjulegar tölur. Og við erum komnir og hérna eru 5 ár, eflaust geta menn sagt, það voru sólardagar hér og þar og þetta sumar og ekki hitt, en hér erum við að horfa á tölur síðustu 5 ára. Það stendur í stað með fullorðna, en öryrkjum fjölgar í sundi og öldruðum. Nú, það má ekki heldur gleyma því að þetta ákveðin styrkur líka til íþróttafélagana, vegna þess að það á bilinu eitthvað milli 3.000 og 4.000 börn
sem koma hér á margvísleg íþróttamót allt árið og íþróttafélögin hafa fengið þessa miða á sérstökum vildarkjörum en nú erum við að tala um að það falli niður. Spurningin verður aukning í sundi. Það væri mikill bónus. Fyrir mér mikilvægt að sjá þessa jákvæðu þróun að börnum og úlingum og öldruðum og öryrkjum fjölgar í sundi. Það finnst mér jákvætt og ég mjög ánægður að sjá það. En vissulega lækkar þetta kostnað vísitölu fjölskyldunnar að fara í sund. Hjón með 2 börn að fá þetta aukst á bilinu 10-12% ódýrara heldur en núverandi gjaldskrá segir til um. Ég nefndi Glerárlaug, við mættum þar óskum bæjarbúa varðandi aukin opnunartíma. Það uppi í kröfunum það að sumaropnun verði allan daginn frá 8 til 6. Það hefur ekki orðið. En þannig ætla ég ekki svo sem að orðlengja þetta frekar. Við tókum leiðréttingu á árskorti og ég held að það sé bara mjög gott að taka umræðun það hvað, ekki að horfa á upphæðina 29.500 eða 35 skall, heldur hvað á afslátturinn að vera mikill þegar þú fjárfestir í árskorti. Á hann að vera 50% af fullu gjaldi? Ef að þú ferð í sund, það eru 360 opnunardagar í sundi. Ef þú ferð í 80% þess opnunartíma, þá náttúrulega gjaldið hlægilegt, þá eitthvað 120 krónur. Segjum þú ferð í 50% tilvika, farið þá kannski 2 til 3 í sundi í viku, þá ertu að borga innan við 200 krónur. 10 miðakortin hjá okkur á 370 krónur. Þannig að ef þú ert búin að fara í sund á fyrra gjaldinu, þá eftir 69 sundspretti, þá varstu syntur gratis miðað við fullt gjald, það sem eftir lið ársins. Nú það 78 dagar. Og vissulega þetta hækkun. En ég hef sagt það í þessum ræðustól hérna líka að kreppan djöfuleg, en við erum náttúrulega líka að nota tækifærið til þess að kafa ofan í hlutina og ná ákveðnum leiðréttingum sem menn telja þörf á. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Jónsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jóhannes Bjarnason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í heildina séð ég sáttur við gjaldskrána eða skjaldskrána sem liggja fyrir í langflestu tilfellum. Það eru eins og bæjarstjóri nefndi hér áðan mjög oft verið að fylgja verðlagsþróun. Einstaka tilfellum svona farið fram úr þeim viðmiðunarmörkum. En það samt sem áður veranlegt í allflestum tilfellum. Það eru þó einstaka stofnanir, fyrirtæki innan okkar kerfi sem ég ekki sáttur við hvernig útfærslan ávarðandi gjaldskrá. Ég ætla ekki að gera langt mál úr því, en ég eins og bæjarfulltrúi Oddur fór hér yfir áðan, þá ég mjög ósáttur við gjaldskrána í Sundlaug Akureyrar, ekki endilega kannski á þeim forsendum sem hann nefndi. Ég hef bara talið það mjög slæmt afspurnar að vera með hæsta verð á landinu í þjónustufyrirtæki á vegum bæjarins. Þegar úttektir eru gerðar á þessu á fjölmiðlum þá fyrst og fremst skoðað hvað kostar fyrir fullorðinn einstakling í sund. Það langstærsti kúnnahópurinn sem greiðir í sund. Það lítið brot að þessu fjölskyldufólk með börn miðað við þann fjölda dagstæla hér, sérstaklega Akureyringur sem sækir sund. Og þar af leiðandi ég ekki ánægður með hvernig útfærslan á þessu Það eru margir vankantar á að hafa gjaldfrjálst fyrir börnin. Formaður Íþróttaráðs Ólafur Jónsson nefndi hér áðan að þetta væri hagstætt fyrir íþróttafélögin. Nú þyrftu þau ekki að borga þetta niður setta gjald í sund fyrir þá hópa sem að koma til íþróttamóta
En þá kemur á móti að þessi stóru hópar sem geta talið allt upp vel á annað 1000 börn í einu, að þau auðvitað gerir sig grein fyrir því að það er frítt í sund hérna og þá er allt utanumhald þessa hópa, það er horfið. Þeir mæta bara þeim sýnist, þau koma bara þeim dettur í hug og við vitum kannski ekkert það er nú yfirleitt þannig ef einhver er að ferðast hérna með hópa líka sem ekki kannski teljast í stærri móta, kannski 40-50 krakka eða eitthvað svoleiðis sem er að taka þátt í einhver afmörkuðu móti, að þá er oftast hringt og spurst fyrir gjald og annað eða látið vita að viðkomandi sé að koma, en það auðvitað bara hverfur þegar þetta eru gjaldfrjálst, þá bara koma hóparnir. Ég þekki þetta á einu stað þar sem þetta hefur verið svona og þar viðurkenndi forstöðumaðurinn að þetta væri langversti ókostur við þetta, að það kæmu stórir íþróttahópar eins og ég reyndar akkurat það nú með þarna og þegar ég kom í sund þar, og þeir í raun og veru vissu ekkert eitt nema það bara fylltist sundlöðin að krökkum og það þurfti að kalla út auka mannskap og með tilheyrandi vandræðum. Þannig að það fylgja þessu nú, þá erum við að tala pólitíska stýringu, en þetta er ekki góð pólitísk stýring að mínu viti. Hjó eftir því að formaður utanráðs nefndi að varðandi gjaldskráin í Hlíðarfjalli, sem ég gerum svo sem ekki athugasemd við sem slíka, að tillagan hafi komið frá forstöðumönnum. Það er auðvitað bara mjög gott. Þess vegna vekur enn meiri furðu mína að þessar gjaldskrártillögur úr sundlauginni skuli ekki eins og hafa verið bornar undir forstöðumannu þar áður en það eru samþykktar í útráði og reynar komna bara inn á borð til afgreiðslu á oddvitafundum og í bæjarráði. Þannig að það passar ekki alveg saman í þessu máli. En ég ítreka það er ekki gott að fá fyrirsögnina í fjölmiðlum næsta sumar að það sé dýrast í sund á landinu og Akureyri. Það er alveg ljóst. Og ef að fólk heldur að það sé eintóm það sé eingöngu mitt innsæði sem það er bakvið, þá er svo ekki. Því að ég aflaði mér upplýsinga hjá þar til lærðum einstaklingum sem að stunda nú og starfa við markaðssetningu á þjónustu, og þetta er sennilega það versta sem menn gera, nema að þeir geti lofa því að þeir séu með áberandi bestu þjónustuna miðað við allar. Það höfum við ekki í dag. Við erum með góðar aðstöðu en hún er ekkert langt best lengur, það er alveg ljóst. Nú, annars ég vil aðeins minnast á, það er þessi hækkun á sorpgjaldinu sem er auðvitað mikil og það kemur til auðvitað því að það á að fara að breyta hér ansi miklu. Þetta er auðvitað svolítið sérstök vinnubrögð. Við vitum í raun og veru ekkert hvað þetta mun kosta okkur. Við erum að hækka þetta upp í tölu sem við vonum að verði sem næst þeirri rauntölu sem út úr því kemur og út úr þessu tilbúin kemur eða í útboði, og auðvitað er það svolítið sérstakt að vera samþykkja gjaldskrá ekki hafandi hugmynd í raun og veru hver kostnaður verður þeirra upp í staði. Næst tekur til máls Baldvin Sigurðsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er að flestu leyti sammála gjaldskrárbreytingum stofnana Akureyrarbæjar. Þetta er mest sýnist mér vera eðlileg hækkun sem fylgir bara vísitölu. Þó eru nokkrir svona liðir sem maður gerir pínu athugasemd við, en er ekkert að fjargviðrast yfir kannski. Og ég satt nú hjá gjaldskrárbreytingu við sundlaugina því að ég fannst örlítið ósamræmi gæta þegar gjaldskrárstofnun Akureyrarbæjar hækka, þá er allt í einu orðið frítt í sund fyrir börn og unglinga og ég sjálfur sér það allt í lagi. En mér fannst lítið skrítið að taka sundið sérstaklega og hækka sömu leiðir í Hlíðarfjalli hjá börnum 20-30%. Og ég veit samt að það er ekki mjög dýrt. Það er ekki það sem ég kannski á við. En börn frá efnaminni heimilum og Akureyri hafa hingað til geta farið í sund, og við höfum líka mun eftir því að við geta farið á skíði, segi ég, og við þurfum líka að hafa í huga að við erum kannski ekki á hátekjusvæði. Og ef við líka lítum á að við hækkum gjald fyrir fullorðna í sundlaugina, þá erum við kannski orðin
ívið of dýr upp á umtal. Við erum nú einu sinni ferðaþjónustu bær númer 1 á Íslandi og ætlum að halda því. Og í boganum sá ég að var ekki nein hækkun og allt í lagi með það, en mér finnst, eins og ég segi, smá ósamræmi í hækkunum og ég ennþá skilji ekki alveg eða get ekki kynnt þessum rökum fyrir að sé frítt í sund, þó að ég hef ekkert á móti því sjálfur sér. Nú, ég hef nú verið að skoða, því við vorum nú að ræðum börn og íþróttir, æfingagjöldin í íþróttagreinunum og það sýnist mér að menn hafi bara passað sig á því sem betur fer að hækka ekki mjög mikið, því að við þurfum að gera ráð fyrir að það séu kannski minni peningar á heimilum heldur en oft áður. En þegar ég var nú að athuga þetta, þá rak ég augun í það að hjá körfuknattleiksdeildinni þá bara tóku þeir tillit til kreppunar og þeir lækkuðu niður í 15.000 krónur allan veturinn og það er æfingagalli og bolti fyrir yngstu börnin. Ég var ánægður með þetta og ég veit að við erum öll að gera okkar besta, en ég samþykki þetta og mér finnst þetta allt í lagi, þó ég hafi nú setið hjá við frítt í sund fyrir börn. Það var nú bara því að mér finnst gæta þarna eilítils ósamræmis. Næst tekur til máls bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins til þess að bregðast svona við þeim ábendingum og hugleiðingum sem hér hafa komið fram varðandi gjaldtökuna. Það er nú kannski fyrst og fremst þessi umræða breytingar á gjaldskrá sundlaugarinnar sem vissulega eru verulegar. Þetta er í rauninni bylting á gjaldskráni frá því sem verið hefur, þar sem að ákvörðun var tekin það að hætta að taka gjöld af börnum á aldrinum 6-16 ára. Og rökin fyrir þessari breytingu, eins og umræðan átti sér stað í Íþróttaráði, þá náttúrulega í fyrsta lagi eins og framkom hjá formann Íþróttaráðs, þá hefur þetta verið í rauninni markmiðið að stefna ráðsins alveg frá upphafi kjörtímabilsins að lækka markvisst gjaldtöku af þessum hópi, og hið endalega markmið var auðvitað það að þarna yrði ekki gjaldtöku að ræða. Þetta er eitthvað sem að önnur sveitarfélög hafa farið út í nokkru mæli, og við erum með dæmi frá einum 8 sveitarfélögum þar sem að þessi leið hefur verið farin, og svo könnun sem vissulega var munnleg sem gerð var meðal þessar sveitarfélaga sýndi í öllum þeim tilvikum þar sem að gögnum hafði á annað borð verið safnað að breytingin varð til þess að það fjölgaði þeim sem að nýttu sér þjónustu sundlaugarinnar, og tekjurnar drógust ekki saman, heldur þvert á móti urðu jafn miklar eða meiri, þrátt fyrir að þessi hópur var ekki látinn greiða fyrir sundið. Þetta er semst ein forsendan í rauninni fyrir því að þessi ákvörðun er tekin. Það er sem telja sig hafa rök og gögn sem benda til þess að þetta eigi ekki að hafa áhrif á heildar tekjur laugana. Hin forsendan er svo þetta bara pólitísk, það er að segja að þetta er ákveðin forgangsröðun. Og þetta er það sem við erum að gera iðulega. Við erum að forgangsraða hlutum í þágu einhverja hópa, og það er gert þarna. Það er tekin ákvörðun það að greiða meira niður kostnað fjölskyldufólks og barnafjölskylduna heldur en annarra. Og það getur bara verið annarkvort sammála og ósammála hvort það á að gera eða ekki, en það er allavega tillaga sem hér liggur fyrir. Það skiptir engu máli hvort að fjölskyldur fara saman í sundi eða sitt í hvoru lagi. Það er misskilningur að sjálfsögðu kemur þessi afsláttur barnafjölskyldur til góða, hvernig sem að barnafjölskyldur sækja sundið, hvort sem foreldrar gera það með börnum sínum eða foreldrar og börn sitt í hvoru lagi. Og það er alveg sama hvaða samsetningar af fjölskyldum við reiknum. Í öllum tilvikum leiðir þetta til lægri kostnaðar. Og þá erum við bara einfaldlega að segja, við skulum færa kannski svolítið til kostnað þarna þessum þjóðfélagshópi í vil. Og það er tillagan sem við erum að greiða hér atkvæðum, að færa til kostnað
barnafólki, fjölskyldum með börn í hag. Og í mínum huga er það eitthvað sem er auðvelt að verja í fjölmiðlum, sama þó að fjölmiðlamenn fara á stað og bendi á það að það kosti 450 kall fyrir einstakling að fara í sund í Sundlauga Akureyrar. Þá svara ég bara einfaldlega móti, já en það kostar 450 kall fyrir einstakling með 2 börn að fara í Sundlauga Akureyrar. Hvað kostar það í Sundlauga Reykjavíkur? Þar kostar það 570 krónur. Er þetta ekki góð og gild rök fyrir breytingu líka? Takk fyrir. Næsti tekur til máls Ólafur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er svo sem ekki miklu við að bæta. Það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Jóhannes Bjarnason segir, við erum með hæsta einstaklingsgjald á landinu og það hefur komið til umræðu núna á þessu ári og formaður íþróttaráðs lenti í blaðamönnum til að svara því. Það er eitt og sér, ég held nú að menn hafi keypt á því skýringar en það er rétt eins og bæjarstjóri segir hér áðan. Þetta er spurning hvernig við kynnum gjaldskrána. Og ég legg áherslu á það að íbúar Akureyrar, þess vegna nágrannabyggðarlaga, þess vegna þeir sem heimsækja bæinn oft. Ég geri það sjálfur þegar ég fer í gegnum göngin í Hvalfirði. Ég á afsláttarmiða því ég fer þarna nokkrum sinnum. Það er fjárfesting að geta keypt sér 10 miða kort og komið þá á 370 krónum. Þannig að valið er þarna en þeir sem að, já, og ekki fjölur það. Það sem að Jóhannes Bjarnason sagði varðandi utanumhald þegar koma hér stór íþróttamót, það ætla ég ekki að dreyga efa. Þarna hefur Jóhannes Bjarnason áratuga reynslu en ég ætla ekki að efa það. En ég hef verið samt á íþróttamótum, til dæmis í Vestmannaeyjum þar sem þessu ekki er stýrt og það eru náttúrulega möguleikar í samvinnu við íþróttafélögin að reyna að leita stýringa. Það vill reyndar engin fararstjóri heldur standa með hópinn í langri röð eða komast ekki í lögin eða bottana. Því hljótum við að geta stýrt. Varðandi það að þetta sé ekki borið undir forstöðumann, þá vil nú bara segja það að forstöðumenn, til dæmis eins og Sundlaugurinn og Fjallsins, koma iðulega inn á fundi íþróttaráðs. Þar sem að gjaldskrá er rædd, opnunartími, við fáum tölur um þróun, svona rekstrarlega tölur, þannig að en endanlega ákvörðun gjaldskrána er hjá íþróttaráði. Það er íþróttaráð sem komst samhljóða því að skila inn gjaldskrá með þessum hætti. Bæjarfulltrúi Baldvin Sigurðsson kom inn á að svona kannski sérstakt að lækka sundi sérstaklega meðan við erum að hækka í fjallinu. Þá er það til að segja að við erum að hækka allar gjaldskrár sem nemur verðlagshækkunum. Við erum bara að taka einstaka liði sem við teljum að sé þörf á að leiðrétta. Og það er gleðilegt að sjá að íþróttafélögin eru mörg hver að gera sitt ýtrasta til þess að halda æfingagjöldum í lágmarki. Ég vil minna á það að hér er enn inni 12 milljón króna íþróttaávísunarstyrkurinn. Nú svo má ekki heldur gleyma rausnarlegu framlagi sem seint verður þakkað Samherja sem kom á liðinu ári og við verðum aðnjótandi aftur núna sem er til þess að auðvelda róðurinn enn frekar. En íþróttaráð hefur kallað eftir upplýsingum, verið í sambandi við IBA, það er almannaheillanemnd og það er semst öll batterí bæjarins sem eru reyna að vera vakandi yfir því að fylgjast með því hvort að það sé óeðlilegt brottfall úr íþróttum vegna þessa erfiðu tíma. Takk fyrir. Næst tekur til máls Kristín Sigfúsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er auðvitað alltaf best að þurfa ekki að hækka gjaldskrárnar og það er við veltum nú lengi vöngum yfir þessum í félagsmálaráði, hvernig þetta væri að hækka matinn og það sem keypti það sem aldrei þurfa að kaupa. Við urðum bara að hækka þetta, það var nú bara einfalt þannig.
aðalega það sem bara hráefnisverðið og annað sem hækkar. Við höfum lengi tregðast við að hækka þetta mikið og sannarsagna hefðum við þurft að hækka þetta meira. En hvað það varðar með sundlaugina þá finnst mér þetta svolítið spennandi að miða við fjölskyldustefnuna og lýðheilsufræði, þá finnst mér þetta afar spennandi að prófa að taka þessa fjölskyldugrein núna og hafa þetta jafna þannig út gjöldin að það sé jú dýrara fyrir einstaklinga fullorðna og svo sé þetta frítt fyrir börn. Ég veit ekki það eru mörg börn sem byrja sundþjálfun strax 3 mánaða gömul og þetta fjölskylduíþrótt. Ég veit ekki hvaða greinar hvað það eru margar, auðvitað maður alltaf að bakstra eitthvað með litlum börnum en bjástra með þeim í íþróttum en þarna eru foreldrarnir með þau í fanginu og fylgja þeim eftir og afar og ömmur. Það ekki þannig að þau séu eitthvað einin á einhverjum velli og foreldrarnir horfa á. Og þetta feiknaleg þjálfun, sundþjálfunin. Og við höfum sundlaugarnar opnar og þær eru opnar í hvaða veðri sem og þetta bara svo margt sem mæli með því að taka þessa grein og byrja á þessu. Og þar að þau þetta auðvitað í námskrá og skylda að læra sund og ágætt að þau þjálfi sig. Og ég get verið viss það, þetta skilar sér alveg frábærlega vel, bæði fyrir öryrkja og aldraða að hafa sundið svona eins og þeir. Bæði aðgengið og það að það alltaf hægt að stunda þessi íþrótt. Mér finnst þetta frábært að reyna þetta. Ég held að bara það skilir sér, við séum ekki betur. Mér finnst reyndar þetta svolítið flókið með fjallið og hvernig það ekki mismunandi, ekki ódýrar þar virkadaga þá fyrir hlutan. Og til dæmis fyrir fólk sem kemur að og kaupir sér svo hvað það kaupir oft í fjallið og svo getur það spyrt sundkort við, getur keypt auðvitað 10 miðakort fyrir fullorðna eða hvað það vill. Það hægt að fletta þetta saman. En ef við erum að hugsa ferðaþjónustuna og þeir sem eru kannski bundnir í skólar sem fara saman og bekkir og svona, það hlýtur að vera hægt að vera með kannski einhver fleiri tilboð í fjallinu. Allavega virka þetta. En ég sátt við þetta. Ég ætla bara að greiða atkvæði með þessum breytingum. Takk fyrir. Næst hefði mál Sigrún Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar aðeins að leggja orð í belg varðandi þessa gjaldskrárbreytingu í sundlauginni. Ég afar sátt við það að börn muni fá frítt í sund allt upp til 16 ára aldurs og finnst þetta í rauninni mjög góð tíðindi í þeim aðgerðum sem við erum að hrinda af stað núna. Víða verið að hækka gjaldskrár en við finnst þetta afar gott og komið sér vel fyrir marga. Það hið besta mál ef Akureyringar fara að stunda sund meira og þetta fjárhagslega hagkvæmt fyrir barnafjölskyldur og fyrir þá sem í mestu útgjöldunum. Svo að ég ákaflega sátt við þetta og eiginlega bara mjög hissa á þeim bæjarfulltrúum sem á móti þessu, en það bara mín skoðun. Mér finnst þetta bara hið besta mál og mjög gott að við getum komið með eitthvað jákvætt núna á þessum tímum. Því að aðhaldsaðgerðirnar eru afar miklar hjá okkur. Varðandi matinn til eldri borgara, þá bara ef við tökum samanburðun á matinn í grunnskólum með mötuneyti grunnskólana, þar maturinn ekki að hækka, en þar stendur maturinn undir sér. Í rauninni gjaldið stendur undir rekstri mötuneytana, en ef við erum að tala mat til eldri borgara sem var sett út á að vera að hækka, þá Akureyrarbær að niðurgreiða þann mat og hann ekki að niðurgreiða minna núna heldur en var áður, því að matarverð hefur hækkað það mikið að raunkostnaðurinn fyrir bæinn ekkert að breytast. Þannig sé, svo að ef við myndum ekki hækka þarna, þá væri bærinn bara að greiða þennan lið meira niður. Svo að þetta, þó að verðlagshækkanir séu svona heilt yfir kringum 8%, að þá hefur matarverðið hækkað mjög mikið. Svo að þetta nú ein af þeim ástæðum. En ég ætla bara, mér langar aðalega að tjá mig frítt í sund fyrir börn og afar sátt við það og greiði glöð atkvæði með þessu.
Orðið er laust 7. lið. Jóhannes G. Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, við erum sennilega búin að margslá Íslandsmeti í umræðum gjaldskrá í Sundlaugar við afgreiðslu fjárhagsáætlana, en aðeins örstutt, bæjarstjóri nefndi hér áðan að það hefur lagt til hliðsjónar könnun hjá öðrum sundlaugum þar sem hafi verið gefið gjaldfrjálst fyrir börn og það hefur orðið fjölgun hjá fullorðnum einstaklingum á móti. Ég ætla nú ekki að gefa þessari könnun eitt sérstaklega háa einkunn sem slíka, hún var mjög óformleg og illa unnin að mörgu leyti, en eitt var þó sem við getum alveg örugglega að tekið út úr þeirri könnun. Það kostar niður í 250 krónur í sund fyrir fullorðna á þessum stöðum. Það skiptir dálítið miklu máli til þess að fá þessa fjölgun. Fólk hugsa sig þá dálítið hressilega með að muna þessum 200 krónum í afgangseyri. Bæjarfulltrúi Sigrún sagði áðan að hún var hissa á þeim sem að vera á móti því eitthvað jákvætt kam inn, og það er ekkit jákvætt að vera með hæstu gjaldskrá á landinu, bæjarfulltrúi Sigrún, fyrir fullorðna. Og sá hópur sem við erum að ræða að fá í frítt í sund, börnin, þau hafa fengið frítt í sund fram að þessu upp að grunnskólagöngu, þau fá frítt í sund einu sinni í viku á skólatíma og þessi gjaldskrá eins og hún liggur fyrir núna, það má auðvitað færa fyrir því rök að það sé hægt að útskýra þetta með gjaldskrána á börnin, það breytir ekki þeirri staðreynd. Við verðum með dýrasta aðgangseyri í sundlaug á landinu. Orðið er laust 7. lið. Hjalti J. Sveinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í þessari ágætu umræðu gjaldskrá sundlaugarinnar þá gleymir stundum að mér finnst oft gleymast að ræða rekstrakostnaði. Rekstrakostnaður sundlaugarinnar hér er býsna hár og bærinn þarf að borga mjög mikið með þessum rekstri. Mér skilst að tekjurnar þær dekki ekki launakostnaðinn fyrir svo utan heita vatni. Þannig að það er ekki eins og við séum að græða á þessu. Við erum hljótum að vera að hugsa hagsmuni bæjarfélagsins í heild. Mér finnst þessar nokkru krónur sem við erum að bítast hér, eða frítt fyrir börn eða ekki, mér finnst það ekki kannski skipta öllu máli. Það var jákvætt að skuli vera frítt fyrir börn og unglinga, atvinnulausa og fullorðna bæjarbúa, en ég mun að sjálfsögðu greiða atkvæði með þessum tillögum. Orðið er laust. Nú það er ekki fleiri ósk eftir að taka til máls, þannig að ég ætla að bera upp gjaldskrána. Ég ætla að bera upp 3 liði sérstaklega og það voru þeir liðir sem að ágreiningur væri inn í bæjarráði. Og fyrsti liðurinn sem borin er upp er gjaldskrá fyrir heimaþjónustu á Akureyri. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja hann að gefa merki. Á móti. 1. Óskar Hjálsetu, það er Oddur Helgi Halldórsson. Nú gjaldskrá fyrir félags- og tómstundastarf fyrir eldri borgara, ætla ég að bera upp sérstaklega líka og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja hann að gefa merki. Á móti. Oddur Helgi Halldórsson situr hjá. Nú gjaldskrá sundlauga á Akureyrar verði borin upp sérstaklega og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja hann að gefa merki. Fyrirgefa? 8. Á móti. 2. 1 situr hjá, Baldvin H. Sigurðsson. Nú aðra liði gjaldskrána ber ég upp saman og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja hana að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða.